Þá ætlum ég bara að bjóða þér að koma þér þægilega fyrir þess að þú situr eða liggur. Og þú mátt bara draga djúpt inn andann. Og þegar þú blæst frá, þá bara finnur að þú ert búin að loka augunum. Og þú finnur að þú slakar vel á. Og ég legg þessa stund í þínar hendur, Drottinn, og ég þakka þér fyrir að þú leiðir þetta, að þú stýrir þessu. Og ég þakka þér fyrir að hvert orð sem að ég segi er orð sem kemur frá þér, Drottinn. Og ég ætla bara að bjóða þér að fara að tengja við hjartað þitt og bara vera með einlægt hjarta. Og ég ætla að bjóða þér núna að opna hjartað þitt og hleypa Jesú inn í hjartað þitt. Bara með að taka ákvörðun. Ég tek ákvörðun um að hleypa Jesú inn í hjartað mitt núna. Ég opna hjartað mitt fyrir Jesú. Og ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa því. Af öllu mínu hjarta, af öllu mínum huga, af öllu mínum mætti, að Guð elskar mig eins og ég er núna og skilyrðislaust alla eilífð. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að afhenda minn kærleika til þín, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að þú gefur mér þinn kærleika, þína elsku og þína ást. Og ég þakka þér fyrir að þú setur kærleikann þinn inn í hjarta mitt, inn í sálina mína og inn í huga minn. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að trúa því að þú hafi fyrirgefið mér, Drottinn. Þú hefur þegar fyrirgefið syndir mínar og þú hefur afmáð öll afbrot og allt það ranga úr mínu hjarta. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að elska þig, Drottinn, af öllu hjarta. Að elska sjálfa mig skilyrðislaust. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að elska náungan eins og hann eða hún er. Og ég vel kærleika þinn, Guð. Ég vel að ganga í þínum kærleika, í þínu ljósi alltaf. Af því að ég er lærisveinninn sem að Jesús elskar. Og ég fylgi þér, Jesús. Og ég trúi á þig, Jesús.
Og ég þakka þér fyrir að þú hefur endurfætt anda minn núna. Og ég trúi því að ég er þitt barn. Og ég lifi í þínu ljósi. Og ég þakka þér fyrir, Guð, að þú gefur mér opinberun það hversu mikið þú elskar mig og hvað felst í þínum kærleika til mín. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að núna fæ ég að ganga inn til hvíldarinnar í þér og ég ætla að hvíla í þínum kærleika núna. Og núna tökum við bara örstutta stund þar sem við ætlum bara að hvíla í kærleika og elsku Guðs og ekki hugsa eða fókusa á neitt annað en það. Og Guð er að umvefja sálina þína með kærleikanum sínum og elskunni sinni og sálin þín er svo dýrmæt og svo mikilvæg og skiptir svo miklu máli í augum Guðs. Og það er mikilvægt að þú sjáir sálina þína með sama hætti. Og Jesús sagði að sálin þín er dýrmætari heldur en öll auðæfi heimsins. Og ég ætla að bjóða þér núna bara að segja við sálina þína: ég elska þig, sál. Þú ert dýrmæt, þú ert mikilvæg og þú skiptir miklu máli. Og þú ert hólpin.
Þá ætlum ég bara að bjóða að draga djúpt inn andann og leið bara að fylla hjarta þetta gleði. Bara taka ákvörðun frá hjartanum að vera glöð, vera glaður, hafa gaman. Og leyfa þér að finna fyrir nærveru Krists að þegar þú brosir og ert glöð eða glaður, að þá brosir hann þarna hjá þér og með þér. Leyfa þér að finna í hjartanu að þú ert aldrei einn, aldrei ein. Og leyfa þér að finna þessa fullvissu og þessa trú að þú átt föður á himnum sem elskar þig meira heldur en nokkur annar. Amen. Amen. Thank you.